Komið sæl, út komin 90. önnur árbók Ferðafélags Íslands sem að þessu sinni fjallar Mosfellsheiði, en ég hef fengið hingað til minni þáttinn tvo af höfundum bókarinnar, Jón Svanþórsson og Bjarka Bjarnason. Komið sælir, velkomnir. Takk. Og kannski rétt að við getum þriðja höfundarins sem Margrét Sveinbjörnsdóttir. Já. Frá Heiðabæ í Þingvallasveit. Já. Kannski bara spyrja ykkur fyrst, þú náttúrulega, Bjarki, þú ert úr Mosfellssveit og þekkir þetta svæði vel. Já, ég er alinn upp í Mosfellsdalnum og hún austan heiðinnar. Svo Jón Reykvíkingur og hann þekkir alla heiðina, fram og tilbaka. Já, og þú varst að kanna leiðir og finna vörður á Mosfellsheiði? Jú. Hvernig kom það til það? Það var ég hafði riðið nokkra af þessum gamla leiðum hérna í gamla daga þegar ég var í hestunum. Svo eignaðist ég hund og það þurfti að hreyfa hann og þá var tilvalið að fara að leita að þessum gamla leiðum og hreyfa hundin í leiðinni og sjálfa mig. Þannig var leiðirnar svona til. Já. En svo var ég að nota alls klækjabrögð við að finna vörðurnar. Til dæmis keyrði ég á Hjarni á veturna og tók þá niður punta og GPS-tækin ef ég sá eitthvað svona vörðurlyf. Já. Svo gekk ég bara á sumrinu í þetta að finna þetta aftur og ganga göturnar. Já, en þið þekktust ekki áður en kom að þessu verkefni? Já, það var eiginlega bara þannig að Jón hringdi bara í mig út af ákveðnu örnefni á heiðinni og hann fór að boltinn að rúlla og hérna það líklega 7 ár síðan og ég þekkti eins og Margrét úr fjárleitum þarna á heiðinni og við hefðum ekki ná á einmitt leiðunum en þá vissum við ekki á því að Jón hafði hérna gengið allar þessar leiðir og hann vinnur ákveðið svona frumkvæðurstarf að því leiti sko hann fann 800 vörður á heiðinni sko. Það ekki hvorki meira en minna sko. Já. En það stóð ekki uppalega til að þetta yrði árbók heldur gönguleiðabók eða já. Já, það byrjaði semst þannig. Fyrst erum við að hugsa gönguleiðabók og fáum mjög góð undirtektir hjá Ferðafélagi Íslands. En síðan óx það bara þannig að við vorum við unnum að taka þetta skrefinu miklu lengra og fara í það sem heitir árbók Ferðafélagsins og hún komin út hérna en hinn á leiðinni. Það sem sagt mun heita Mosfellsheiðarleiðir. Það eingöngu, fyrst og fremst gönguleiðarlýsingar og náttúrulega reiðleiðir líka. Við þetta jöfnum höndum reiðleiðir og gönguleiðir. Já, og mér kannski líka rétt að geta þessar ákala fallegar ljósmyndir í bókinni sem eru teknar fyrir bókina af Þóru Hrönn Njálsdóttur og Sigurjóni Pétursinni. Og svo náttúrulega fjöldin líka af gömlu myndum sem það er safnað saman. Það er mikil sögulegur fróðleikur í bókinni. Mér kannski að spyrja ykkur líka, þetta er náttúrulega bara í jaðri höfuðborgarsvæðisins og þetta er kannski sérstöðu með kannski fyrri bóka að þorri þjóðarinnar getur gert sér dagsferð þarna upp eftir. Já. Og margt að sjá. Og raunverulega getur tekið strætisvagn í úthverfi og labba svo bara af stað. Já. Og það eru þjóðleiðir og sem þið gerir heilmikið skil og meðal annars og það er að segja að þetta er nú kannski til dæmis leiðin austur á Þingvelli og það er kannski þess vegna sem þið talið dálítið líka Þingvelli í bókinni og nefnið meðal annars líka kannski sem okkur er í fersku minni þjóðvegahátíðin 1994 en náttúrulega fyrri þjóðhátíðir líka á Þingvöllum. Já. Það sko það lágu allra leiðir yfir Mosfellsheiði má segja og þess vegna svo mikið af leiðum. Það er týnst svona síðustu áratugina en fólk að fara til Þingvalla á Alþingi fyrst og fólk líka að fara í verið á verkstæði hér við Faxaflóann, fólk úr sveitum landsins og síðan eru fleiri ástæður að fara að reka til slátrunnar í Reykjavík og svo verður ferðamennska á 19. öld, koma erlendi ferðamenn og þeir vilja allir sjá Þingvelli og jafnvel Geysi og það var mikið notað farið yfir heiðina bara svona nánast allan ársins hring sko. Og þetta er náttúrulega mjög gott beitarland aldir en það sem mjög gaman þeir talaði í bókinni sem er ekki minni nútímafólks en alveg fram til aldamóta 1900 var nautgripum beitt á heiðina. Og sem okkur þau geta alveg óvenjulegt og mörg örnefni á heiðinni sem minna á nautgripina.
Þetta eru horfnir búskaparhættir. Já, það alveg rétt, sko, það var og sennilega bara einstakt á Íslandi, það sem sagt ekki bara sauðfé sem að reykja að fjall heldur nautgripir. Þeir voru líka reknir bara úr Viðey, farið með það þangað, úr Ölfusun og víðar að og það sem þurfti var náttúrulega nóga grassi og nóga vatni og þeir héldu mest til við Hengilinn og þar í kring og öflin í Maradal sem undir henglinum og þar voru nautaréttir. Þetta mjög sérstök svona partur af Íslandssögunni, sko. Og það voru ekki allir sendir á nautaréttina því þeir gátu verið hansi herskáir griðungarnir þannig á haustin og síðan var bara dregið í sundur, má segja. Þeir voru markað á eyránum, nautgripirnir og farið með það heim. Þetta merkileg saga og hefur sennilega lagst af svona 1900. En þið tala líka að það mátti ekki reyka manning naut á fjall, en það nú saga þarna 8 sinni, var það ekki? Jú, Skriða 8. Já, sem fættu 1640, sem komst síðan krappan. Já. Og það var naut sem veitir honum eftirför. Já, hann hleypti og þegar hann sá að ekki dró í sundur með þeim að þá stakk hann að baki og tróð sér á hann í gjótu. Já. Tók upp stóran hníf sem hann var með. Og þegar bóli stökk á hann, þá skar hann bara trappan. Já, og þar heitir núna Bólalda, sem að... Já, svo sagt. Já, sem við flest þekkjum. Já. Mörg örnefni þarna sem tengist þessu. Já. Svo annars spendýr sem að fáir vitum að var þarna villt og það var hreindýr. Já. Alveg frá seint á 18. öld og fram á 20. öld. Já. Mér þótti við athyglisvert þið talið að síðasta hreindýrið drepið 1930, svo seint. Já, það á þessum slóðum. Já. Göngu vilt, þessi stopp gekk viltur á Mosfellssvæði og Reykjanesskaganum, sko. Var svo aldauða þetta leyti. Já. Var það vegna þess að hann hefði verið vegna veiði eða? Já. Eða þrifustuð ekki? Hvort tveggja, það var talað veðráttan hefði ekki hentað þeim. Og svo voru þau veitt og til dæmis í einstíginu við Maradal. Já. Það ævintýraland að fara inn í Maradal, einstígið þar. Já. Og þar var ekki svona sonur Snorra sterka. Ákomandi Snorra Húsafelli, segir sagan. Já. Kom frá Elliðavatni. 9 eða 10. Já, svo segir sagan, hann bara setið fyrir þau í einstíginu og drepuðu þar. Já. En það er líka, þið talið líka útilegumenn og þjóðsögur. Það eru fjölmargar útilegumannasögur tengdar þessu svæði. Já, það eru nokkra sögur, sko. Við gerum nú greinamun á það sem við köllum svona þjóðsögur. Já. Það eru svona sérstaklega sögur útilegumenn í Henglinum. Já. Og það hefur fundist slæðsla þar í Helli, hvað sem það sé nú eftir útilegumenn eða aðra. En svo skrifum við líka útilegu fólk sem við teljum mjög merkilega staðreynd. Það er bara fært í annál og alþingisbækur að það var fólk sem laðist út á heiðinni og hann hét Eyvindur Jónsson. Það var ekki Fjall Eyvindur, en alnafni og eldri. Þetta gerist á 17. öld. Og kona sem heit Margrét Símonardóttir og þau lögðust út en það var hjúskaparbrot og voru nú höndum tekin þetta tvisvar og það gæti verið, við leiðum að það líkur að það hugsanlega hafi það verið á Helli á Mosfellsheiðinni. Það er svona heimildin byrjum ekki alveg saman en það er bara líka táknum óréttlitið og refsigleðina á þeim árum að þau voru bæði tekin að lífi á Þingvöllum. Það er alveg staðfest í alþingisbók. Já. Hvenær var það sem þau eru tekin? Það var á 17. öld. Já. Það gerist. Já. En þarna liggur þjóðleiðin yfir og þú myndist á Vermenn og það verður hörmulegt slys þarna 1857 þegar hópur Vermanna ferst. Geturðu sagt okkur aðeins frá því, Bjarki, þú þekkir þessa sögu vel? Já, þetta er nú alveg þekkt saga, sko. Nú oft gengur undir nafni Mannskaðan á Mosfellsheiði, sko. Í örstundum eru Vermenn austan úr Laugardal og að fara í verið, eins og ég nefndi áðan, yfir heiðina í byrjun marsmánaðar.
og þeir gista á Þingvallabæjunum og halda síðan á stað og hreppa ofviðri bara og komast sumir við illanleik yfir heiðina niður í Bringur í Mosfellsdal. Nokkru þeirra urðu úti þarna á leiðinni, sennilega flestir í kringum Leirvogsvatn og þar í kring. Og þetta alveg minnum haft þessi lengi vel. Slysasaga Íslendinga náttúrulega sorgleg en þessi lifði mjög lengi og lifir enn vegna þess að hluti þeirra, helmingur verðmanna, þeir lifðu af og þessu var lýst nákvæmlega í blöðum þess tíma. Bara dauðastríði, það sem að lýsa dauðastríði á félögum sínum. Já. En það eru fleiri sögur sem tengjast Mosfellssveitinni, það sem þú ert og það nú eins og í Innarsveitakróningu Halldórs Laxness, hann talaði þar söguna brauðinu dýra sem margir þekkja. Það eru raunverulegir atburðir á baku þá sögu líka. Jú, það náttúrulega eitthvað satt í Innarsveitakróningu en ekki allt svona en þessi kona náttúrulega nafngreind og hét Guðrún Jónsdóttir og hún var til. Já. Og bjó í Mosfellsdal og samkvæmt Innarsveitakróningu fer hún yfir Mosfellsdal til að baka brauð en villist á leið og fer upp á heiði en finnst upp undir Henglafjallum, segir í Innarsveitakróningu en aðalboðskapinn í þeirri sögu nú að hún snert aldrei brauðinu sem henni var þvóað fyrir. En þetta nú reyndar ég farið nákvæmlega út í það, þetta var nú reyndar önnur kona á öðrum stað á Íslandi sem fyrirmyndin af þessum atburði. En Guðrún Jónsdóttir var til. Og það einmitt myndaðin í bókinni hjá Árbókinni. En þið takið nú fyrir dálítið kannski stórt svæði og kannski meira heldur við kannski tengjum bara við Mosfellsheiði. Þið farið sunnar og þarna að Geithálsi og Lækjarbotnum og þið talið dálítið Þingvelli líka og þið talið nefnilega gististaðina þarna í nágrenni og til að mynda Kolviðarhól sem öllum meira og minna gleymdur í nútímanum var náttúrulega eitt þekktasti áningarstaður landsins áratugi og líklega aldir. Hvernig getur kannski rifið þetta þessu þarna voru líka mjög myndarleg hús sem voru rifin? Já, það byrjað að menn farið í samskot og byggja hús úr timbri 1844 og það var víst alveg hörmuleg umgengni manna. Það voru að koma á brennivinninu hérna á kaupstaðnum og kunni sér ekki og skemmtu og þannig að það var talað að yrði að setja þar vörð. Já. Og það var auglýst og sóttan þetta gullsmiður og hann var þarna í smá tíma og svo gekk þetta nú svona. Guðni Þorbergsson nefndur töluvert, hann fékk þarna nýbíla rétt til þess að stofna þarna bíli. Já, og með búskap og heyjar og selur heitir ferðalanga. Já. Og svo það Sigurður Danielsson og kona hans, voru þau síðustu eða konan var síðasti gisti húsrekandi þarna á hólnum. Já, en þarna hefur vantilega oft verið glatt á hjalla og selt áfengi fram til, það þarf til áfengisbannið tekur í gildi 1915. Jú, sumir hafa viljað meina að það er lengur hægt að fá áfengi á hólnum heldur en annar staðar. Já. Og en það var þannig að koma renningar og spekingar allskyns og þetta voru allskyns sögur sem að spunnust af þessu. Já, og ekki bara umrenningar, hérna kom Friðrik Aftundi Danakonungur og hélt fræga ræðu sem þið segir nú frá í bókinni. Það sem að talaði Ríkin 2 og hann var látið draga tilbaka ummælinu, var það ekki? Jú, þetta var fræg ferð sem sagt, hann byrjar að fara yfir heiðina, Mosfellsheiði og þá fer hann hérna svokallaðan gamla Þingvallaveg sem þar svo fer hann áfram, það haldið mikið hátíð á Þingvöllum, svo fer hann áfram austur eftir svokallu Kóngsvegi áttina Laugavatni
og kemur svo eins og þú segir hérna að Kolviðarhóli og hélt að fræga ræðu sem að fór nú svolítið fyrir brjóstið af dönskum stjórnvöldum. Þetta meiri sjálfstæðisbaráttunni og þetta var mjög eldfimt. Já. Eða talað ríki sín 2. Já. Það átti nú ekki á pallborði hjá dönskum stjórnmálum. Nei. Þetta náttúrulega 1907, löngu áður Ísland verður sjálfstætt. Já. En það líka kannski staður sem margir kannski af ykkar kynslóð mun eftir Geitháls. Þið talaðu þann stað til að mynda. Það var líka heilmikil svona kannski með menningi kringu það að aka þangað upp eftir. Jú. Maður reið þarna upp eftir, kannski á Laugardegi og hérna fékk sér kaffi á Geithálsi. Og það var hestarétt þarna og góð aðstaða. Og svo kom maður eftir ballið. Já. Og til þess að fá sér eitthvað. Já. Svíðakjamma eða eitthvað svoleiðis. Já. Var ekki opið allan nóttina þarna, síðustu sjoppunni hérna sem var þar. Já. Mér minnir það, en sko Geitháls, sem að nefna það sko, þegar við tala vegina, það ekki tilviljun að Geitháls var byggður það sem hann var, eða gistihúsi sko. Það gerist einmitt á þessu vegamótu, Suðurlandsvegur og svo þessi gamli Þingallavegur sem að ég var að nefna áðan. Já. Það á vegamótum og þess vegna byggt þarna gistihús. Svo endaði síðasta verslunarhúsi sem þar var byggt, það var þessi sjoppa sem þú varst að nefna og þið voru að nefna áðan. Sko. Já. En nú líka, þið talaðu þessa vegi og samkvæmt þessum nýjum lögum fornminjar og þá eru líka vegir sem eru orðnir 100 ára gamlir eru fornminjar. Og þá kannski maður velti fyrir sér að varðandi varðveislu á gömlum vegum og er eitthvað hugað að slíku á heiðinni? Já, það náttúrulega eins og við nefnum bara að það samkvæmt lögum þá má ekki spilla gömlum vegum, bara sem meira en 100 ára gamlir sko. Ekki eigendur eða sveitarfélög nokkur, það því miður oft gert á ýmsum ástöðum. En stundum ganga menn skrefinu lengra og friðlýsa leiðir og það einmitt uppi hugmyndir með þannan gamla Þingvallaveg sem lá frá Geithálsi og alveg austur á Almannagjá og fullokið 1896. Nú uppi hugmyndir að taka skrefið miklu lengra og friðlýsa. Það eiginlega 20 kilometrar af fornleiðum því hann var stórkostlegt og stórkostlegt mannvirki en þá og hefur varðveist ótrúlega vel. Hestvagnavegur. Já. Var það í það skipti sem var sprengt í Almannagjá? Var það fyrir þeim vegi? Nei, það var fyrr. Fyrr, já. Það var á fyrir hluta 19. aldar. Það var gert til að komast niður í gjána það sem að við göngum venjulega núna. Já. Sem var ennþá þrengra áður. Já, það var ekki hægt að fara með bakkahesta þarna niður. Nei. Það var sko áður fyrir að fara með vatninu undir hallinum, það sem að sumarbústaðirnir standa þarna. Og svo í landskjálftunum miklu, þá sökk allt land þarna 70 centimetra. Þá fór gatan á kaf. Þannig að þá urðu menn að fara niður Almannagjá. Og þá var Ófeigur á Heiðarbæi fenginn til þess að vera þar með búðursprengingar. Og þeir gerðu sko þrep í veginn. Það var þótti betra fyrir hestana að ganga niður þrepin. Sem okkur þætti ótrúlega náttúruspjöll í okkar samtíma. Kæra þakki fyrir komuna. Kannski ég má bæta einu við að því að það verða hérna árbókargöngur svokallaðar. 3 árbókargöngur nú sumarna sem við höfundarnir verður leiðsögumenn og fyrsta 29. júní, þá verður gengið þessi gamli Þingvallavegur. Og upplýsingar væntanlega á heimasíðu Förðafélagsins. Já. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn. Já, takk fyrir.